Halló, halló. Þú ert í útsendingu. Það kemur bara halló halló í útsendinguna. Það er allt. Fyrstu orðin sem maður segir þegar maður fæðist er halló. Fyrstu orðin sem við byrjum útsendingu er halló. Góðan daginn, ef einhver er að horfa. Við erum komin í undanúrslit í Íslandsmóti tvímenning. Í dag er spilað round robin, 6 efstu pörin, langur stuttur og ef mér skjallast ekki þá er langur vinstra megin og stuttur hægra megin. Og ef við bara svona förum í byrjunina og byrjum hérna í mynd á braut 20, Hlynur Örn Ómarsson og Tómas Freyr Garðarsson. Hlynur á smá ströggl hérna. Ég heyri sjálfur þér, sko, þess að ég sagði áðan. Og Tómas er með opinn og svo er hann með fellu, feikju og 8. Magnús Sigurjón Guðmundsson 4 fellur í röð. Og Róbert Hans Sigurðsson er með feikju, fellu og nei, og 9. Þannig að þeir eru á góðu róli. Þeir eru í öðru sæti. Eins og er Hafþór og Gunni á næsta sæti á braut 18. Gunni með fellu, feikju, fellu 9 og væntanlega feikju sem er hann fellir á löngu og 9 feikju á stuttu. Hafþór er með 9 feikju á fellu. Matthías Leó er með 4 feikjur. Sigurður er með feikju, fellu og opinn. Og Gunni lokar sínu. Freyr Bragarsson er með 4 lokaða. Gummi er með opinn, 2 fellur og opinn. Og svo erum við með á endabrautinni Ásgeir Karl sem er með 3 feikjur og 2 fellur og Mikael Aron með 4 fellur og er að fara í 5. ramma. Þetta og fellir. Þetta gæti orðið spennandi. Menn byrja með látum og Magnús tekur 50 felluna. En ég kem svona inn annað slagið á meðan þið vera að spila undanúrslitin og hérna læt ykkur vita svona hvernig staðan er.
aðeins komin inn aftur, nú er fyrsti leikur að klárast svona það bil og það sem er helst að gerast er að Mikael Aron er með 8 fellur í röð og er að fara í 9. Þeir voru frekar dabrir í gær, eða voru náttúrulega ekki dabrir í gær. Þeir voru semst ekki í topp 2 og í þeirra augum er það daburt. En mér sýnist Mikael ætla að fara í úrslitin saman hvað Raular og Tautar. Og Ásgeir er að spila bara fínt, hann er 1 opinn og 1 tengingu, þannig að hann er svona í 190-200. Mikki er bara í 1 fellin enn, hann er fyrir 9. Þannig að hann ætlar sér að henda í allavega aðeins nálægt í og hann getur. Á næsta seti næstu braut eru Freyr og Gummi. Guðmundur Sigurðsson er ekki mikið fyrir að feikja. Hann er með opinn, 2 fellur, opinn, fellu, opinn, 2 fellur og svo er hann með 8. Freyr er bara svona siglir svona rólegan sjó og reyndar opnaði staka núna. Þannig að það er svona aðeins erfiðara. Gunni og Hafþór, þeir eru á fínu róli. Gunni með 1 opinn og 3 fellur, þannig að Gunni er svona á pari. Hafþór er með allt lokað og 5 fellur. Hlynur með 2 opna og 3 opna og trippelback. Já, hann er með 4 opna kalli. Það er ekki gott. Tómas Freyr, hann er 2 opnir og 1 lokað. Maggi, 5 fellur, feikja opinn fella og fara Glennu og Róbert á í smá vandræðum. Hann er að missa 3 stakan í röð. Þannig að þetta lítur vel út. Það lítur vel út. Sjá, Magnús, þeir byrjuðu á, Ásgeir og Mikael voru 390 pinnum á eftir Hafþóri og Gunna. Og Mikki er að sækja sér þarna 100 pinna pluss. Þetta mun breytast núna, röðin. Ég er nokkuð viss það. Gunni kom með 2 fellur í 10. ramma, hann er að fara í 211. Og þeir halda sínu striki bara. Þeir þurfa bara að spila á 200 pluss. Nei, fyrir ekki bara. Þeir þurfa að spila á 200 pluss. Þá halda þeir alveg fyrsta setinu. Ásgeir er að spila 199 væntanlega. Og svo 300, það eru 499 sem er bara gott í þessu. Mér sýnir samt þeir ná kannski 50 pinnum. Og Gunni klárar 211. Og Magnús og Róbert, hann fór í rennuna á kallar 189. Mér sýnist að Ásgeir og Mikael fara upp í annað sætið því að Matthías og Sigurður eru ekki að gera mikla rósir sko. En nú er komið að 10. rammanum og Mikki er með 9 fellur í röð. Þannig að við skulum sjá hvað Mikki gerir. Hafþór heldur áfram. Hafþór gæti endað í sko 259.
móti 300 sem ekki nema 41 og Gunni fór í 211 þannig að bilið minnkar fyrir þeim. En við skulum sjá, Mikki í fyrsta skoti 10. Hann er á stuttu. Þetta var svona meant to be. Fór á bakvið, skildi í rauninni eftir en þetta datt bara niður. Og við skulum vona að hann hafi ekki orðið svekktur með þetta því að þetta var ekki kannski gott skot en það skilaði vel. Það er gott að byrja á 300. Hafþór endar í 248. Hörðu, Mikael Aron, 11. Og skulum setja eitt svona solid Mikka-bolta. Það var fallega skotið, vel gert. 11 konur, 290. Einn viðbót. Hafþór og Gunni, 459. Þennan leik. Þeir halda náttúrulega fyrsta setinu örugglega og 489 hjá Ásgeiri Karli og Mikka og það þýðir það að þeir fara upp í annað sætið og við skulum sjá hvort að Mikki klárar þetta ekki bara. Svo rúðulega. Þetta var ekki gott kast, alls ekki, en viti menn, það fór niður 300 kall að snemma á morgni klukkan 8. Það er ekkert slæmt. Heyrðu, ég kem eftir smástund aftur.
Staðan eftir fyrsta leik er þá þannig að Gunni og Hafþór eru með 3851, Ásgeir og Mikael 3492, síðan er það Magnús og Róbert 3390, Matthías og Sigurður 3347, Hlynur og Tómas 3321 og svo Freyr og Gummi 3262. Og þeir eru byrjaðir á leik nummer 2. Þannig að hérna þetta verður gaman. Þetta verður barátta. Og við sjáum til hvernig ég kem eftir málstundaður.
það bil að klárast og það er svona, það er lægra skor heldur en áðan á sumum settum. Hafþór og Gunni. Gunni er í 187. Hafþór er með 175 í 9. og Feykju. Hlynur endar í 194. Tómas Freyr er með, já, hann er á fínur 171 og fullt af fellum. Matthías Leó, fínleikur 236. Siggi ekki alveg eins góður. Freyr 190, Gummi 165. Ásgeir Karl 196. Mikki 175 í 9. og Fella og 2 á undan. Þannig að þeir eru ágætis stað. Magnús Sigurjón 181 og Róbert getur farið í 171. Við skulum sjá. Tómas Freyr heldur áfram. Hann heldur áfram. Hlynur er í 194. Hafþór endar í 200. Þeir fara í 388 þá. Freyr og Gummi eru með 3617. Matthías og Sigur eru með 3722. Og 3740 hjá Magnús og Róbert. Og 3991 hjá Ásgeir og Mikka. 3734 hjá Hlyn og Tómas. Og Hafþór og Gunni með 4229. Já, það er 239. Þá er það Gunni og Haffi eru með 4239 í fyrsta sæti. Í öðru sæti eru Ásgeir og Mikki 3991. Þannig það munar ekki nema 240 pinnum. Þriðja sætið eru þá Hlynur og Tommi 3774 og Matthías og Sigur 3722.
3740 eru Magnús og Róbert, Mattías og Sigurður 3722 og 3617 Gumma og Frey. 2 búnir, 3 eftir. Heyrjum þetta smá.
Jæja, þá ætlum ég að aðeins segja ykkur hvernig staðan er eftir 2 leiki með bónusstigum. Það er þannig að Gunni og Hafþór er með 4.339, Ásgeir og Mikki með 441, Hlynur og Tómas 3.834, Magnús og Róbert 3.800, Mattías og Sigurður 3.782 og Freyr og Guðmundur 3.757. Þetta er sem staðan með bónusstíðanum. Þannig að þeir eru að enda á 300 pinna. Gunni Hafþór í annars sæti. En við sjáum hvað setur.
er þriðji leikur að klárast og ég sé að Gunni og Hafþór vinna sinn leik og Gunni með 217, Hafþór er með 198 í 9. á Feykju. Sjá Ásgeir Karl og Mikki, þeir vinna sinn leik. Ásgeir að spila fína leik núna. Mikki reynda líka. Hlynur og Tómas, Hlynur á í smá vandræðum. Freyr og Gummi, Freyr með 193, Gummi með 184. Það er tapað. Móti Gunna og Hafþóri. Hafþór fer í 238. Þannig að þeir fara í 4:55 cirka og Ásgeir og Mikki, já, þetta er bara, þetta eru þessi tveir tvímenningar sem hann ber af. Ég sé ekki að einhver geti náð því, sko. Ég sé ekki nokkuð sem er að narta það í hælan á þeim sem eru í öðru seti, sem eru Ásgeir og Mikael. Magnús sem er 184. 180 er bara ekki nóg núna. Mattías Leó 180 á mótunum og Siggi Hafþór endar í 238. Hafþór er komið 24:16 og Gunni með 22:78. Og Mikki er 2300. Þetta sýnist mér vera bara tveggja turna tal. Ásgeir 233 og Mikki fer í einhverja, gæti bara í 250.
þetta er, já, ég ætla nú ekki að fara að útiloka það en mér finnst mjög hæpið að nokkuð náum Mika og Ásgeir í öðru setinu. Þannig að, já, þetta verður skemmtilegt. Herri, ég ekki minni til smá.
Staðan núna er þannig að Gunni og Hafþór eru með 4.814, Ásgeir og Mikael með 4.553, Hlynur og Tómas með 4.192, Magnús og Sigurður 4.680, Magnús og Róbert 4.649 og Freyr og Guðmundur 4.614. Og núna eru að spila á móti hver öðrum Ásgeir Karl og Mikael á móti Gunnari og Hafþóri. Þannig að þetta er svona forsprekkurinn af því sem koma skal, en þeir eru ekkert að spila neitt sérstaklega. Mikki er með feikju, opin, tvær fellur, opin og svo sýnir við að verða opið í honum. Hann er með ljóta glennu. Ásgeir Karl er með opin, feikja, fella, feikja, tvær fellur. Gunni er með feikju, opin, feikju, fellu, feikju. Hafþór er með fellu, feikju, þrjár fellur. Þannig þetta er bara áfram. Skemmtileg keila, en það eru 350 pinnar frá öðru í þriðja setið og ég sé ekki að Ásgeir og Mikki missi það niður. En við skulum sjá, ég kem inn eitt smá.
Sæl aftur. Hörðu, 19:20 búið, Mattías og Sigurður. Mattías með 2:57 og Sigurður 128. Hlynur 153 og Tómas verður 173. Þeir eru bara fyrstir, spila bara hraðið, þeir náttúrulega eru að enda setinu. Guðmundur Sigurðsson alveg, hann er snargeggjaður núna. Hann er kominn 5 í röð. Hann hefur ekki séð það síðan hann var ungur maður. Nei, kannski ekki svo langt síðan. En á aðalsettinu, þá gengur eitthvað brösulega. Þetta virðist vera bara erfitt. Ásgeir Karl 144 í 9. og Fellu, og það er ekki þannig að hann er að stefna 170 leik. Mikki 132 í 9. og Fellu. Gunni 136 í 9. og Opinn, og Hafþór 184 og Fellu. Þannig að mér sýnist á öllu að það fer eftir hvað Mikki gerir. Ef Mikki fellur út, hann getur farið í 180 og Gunni getur farið í 160. Ef Gunni fyrir 160 þá vinna þeir. Já, þeir vinna þennan leik. Þannig að þeir bæta 20 pinnum í sarpinn, sem skiptir reyndar engu máli. Og þess að þeir eru 20 upp eða niður, þar sem þeir eru nokkuð öruggir með efsta-sætið. Þetta er bara spurning um að það Ásgeir og Mikael haldi í öðru sætinu, sem mér sýnist vera óyfirstíganlegt að vinna þetta upp. En það er einn leikur eftir og við sjáum til.
Herðu, þá er svona þessu að verða loki hérna í undanúrslitum og það er alveg ljóst hvernig þetta er. Þetta er sem sagt Hafþór, Gunni og Hafþór eru efstir og Ásgeir og Mikael í öðru. Og það er rauninni eina sem skiptir máli því það er bara tveir tvímenningar sem fara í úrslit. Við munum slúta útsendingu núna þegar undanúrslit eru búin og síðan munum við hefja nýja útsendingu í úrslitum. Úrslitin fara þannig fram að efsta liðið, efri tvímenningurinn þarf að vinna 2 viðureignir, neðri tvímenningurinn þarf að vinna 3. Þannig að þetta gæti farið í 5 leiki. Það fer aldrei í 5 leiki, gæti farið í 4 leiki. Gæti farið í 4 leiki. Sem mér finnst líklegt að það færi, sko. Ég hef nú ekki von á því að þetta vinnist á einhverju miklu mun. En Ásgeir Karl er að spila núna 170 leik og Mikki getur farið í 230. Og Gunni getur farið í 190 og Hafþór getur farið í 260 og fellir út. En það er ef og hefði. Þetta er ekki fella. Jip. Þannig að þetta er held ég nokkuð ljóst. Þannig eins og ég segi, rjúfum útsendingu núna eftir að þessu lýkur og komum svo með nýja útsendingu þegar úrslitin fari í gang. Takk fyrir að sinni.